This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Oh, down the road, I'm gonna let it shine. Oh, down the road, I'm gonna let it shine. Oh, down the road, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. I'm gonna 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 let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This joy that I have, the world didn't give it to me. This joy that I have, the world didn't give it to me. This joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it, the world can't take it away. The Holy Ghost has let me know everything's gonna be alright. Oh, the Holy Ghost has let me know everything's gonna be alright. Oh, the Holy Ghost has let me know everything's gonna be alright. Be alright, be alright, it's gonna be alright. The Holy Ghost has let me know everything's gonna be alright. Oh, the Holy Ghost has let me know everything's gonna be alright. The Holy Ghost has let me know everything's gonna be alright. Be alright, be alright, it's gonna be alright. Svona látum við ljós okkar skína, miðlum ljósi Guðs til annara. Þannig að krakkar þið megið slökkva á ljósunum ykkar
þessari tákmyndin alls ekki ljósin í hjartan ykkar sem þið berið til annara. En ég vil bjóða ykkur hjartanlega velkomin á fjölskyldusamkomu 2013. Yndislegt búið að vera hjá okkur á barnamóti í gær. Það er náttúrulega bara einn dagur liðinn en það er stórkostlegt að fá að miðla því sem að Drottinn hefur verið að tala til okkar, til barnanna. Og það sem við höfum verið að kenna þeim í gær, við byrjum á því að kenna þeim það þegar Ísraelsmenn gengu út úr Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Og hvernig Guð varveitti börnin þeirra frá frumburða dauðanum með því að bera blóðið á dyrastafina og þvertréð. Og þessi tákmynd líka, við sögðum þeim frá því að Jesús stóð á krossinu fyrir okkur, að blóðið hans rann til þess að við getum eignast eilíft líf og að við getum verið örugg undir blóði hans. Og það skiptir miklu máli að börnin okkar viti þetta. Í gærkvöldi töluðum við svo það þegar þeir gengu gegnum hafið og var rosalega lifandi og skemmtileg kennsla og hvernig var að kveðja gamla lífið og koma yfir og sem ný sköpun eins og við gerum í skírninni. Þegar við tökum niðurdýfingaskírn þá er það tákmyndin að við gröfum hinn gamla mann og rísum upp sem ný sköpun. En krakkar, þið megið fá okkur sæti núna. Svo í dag ætlum við að halda áfram og þið verið partur af kennslunni og partur af prógrammet. Takið þátt í öllu, hvort sem það heitir minnisvasaleikur eða eitthvað, það skiptir engum máli hvað eru gömul. Ömmur og afar og mömmur og pappar mega alveg hafa gaman, dansa og hoppa og hlaupa og skoppa. Það er ég er með hálsmenn, óbúslega fallegt perlu, hálsmenn bleikt sem að fannst einhver staðar. Þannig að ef einhver ung stúlka kannast við það, þá er það hér. Það fundust eyrnalokkar inn á kvennaklósetti og hann Böðvar Ingi, hann er með þá í sinni vörslu, þannig að ef þið hittir Böðvar Inga að þá endilega spurja hann. Þið getur líka spurt inn í þá frammi. Annað eins og við höfum kannski vaknað við í nótt eða snemma í morgun og þá er mjög hvasst og við vitum það sjálfsögðu ef við sjáum nágranna okkar vera að berjast í tjaldið sitt að þá bara hjálpumst við öll að og eins að passa að ruslið okkar sé ekki fyrir utan tjöldin svo það fær ekki að fjúka allt eða stólar og svo leiðis. Við reynum að setja inn í tjöldin og bara gætum eigna okkar og annara. Þannig að bara Drottinn blessi ykkur til að biðja hann Hafstein að koma aðeins hérna upp. Hann ætlar að vera með pínulitla tilkynningu og ég ætla svo að biðja bara hljómsveitina að stíga á svið. Takk fyrir og góðan daginn. Gaman að sjá svona mikið af fallegu fólki, fullan sal. Ég ætla bara að koma með örstuttauglýsingu sem að við ætlum að vera með námskeið í kristi líf og vitnisburður hérna í bíósal Arkarinnar í kjallaranum klukkan 12. Þannig ég veit að þetta er þétt dagskrá en við veitum það líka að það eru fjölmargir sem að eiga eftir að sitja þetta góða námskeið sem að er nauðsynlegur undirbúningur fyrir hátíð vonar í september. Það er innan við 2 mánuðir í hátíðina og við bara stefnum að því að gera hana eins stórkostlega eins og við mögulega getum og viljum fá fleiri til að koma að og taka þátt og við ætlum að námskeiðir í 3 hlutum og við keyrum fyrsta hluta núna í hátíðinu í 1,5 tíma milli 12 og 13:30 svo ætlum við að vera með hluta 2 og 3 saman í hátíðinu á morgun í svona styttri útgáfu. Þannig að ég bara hvet alla sem að ætla að taka þátt í hátíðmóna með einum öðrum hætti að koma á þetta námskeið og það er farið í gegnum mjög örvandi og hvetjandi þætti og praktiska þætti líka varðandi hátíðina. Þannig að það er nauðsynlegt að sitja þetta námskeið til þess að taka þátt sem ráðgjafi á hátíðinni í september. Við ætlum að vera með léttan hádegisverð líka í hléinu. Allt saman frítt og bara hluta námskeiðinu, kostar ekkert inn. Og ég vona bara að sjá ykkur sem flest í hátíðinni í dag og eða á morgun í hátíðinni líka. Takk fyrir. Góðan daginn. Við erum barnavaldsljómsveitin í ár. Ok, ég held að þessi með mikrofónir í réttri fjarlægð. Þannig já, hljómsveitin við endilega komum á svið. Já, réttar sagt söngvarar. Já, þannig við ætlum ekki að vera með halda tónleika fyrir ykkur, þannig þið mætti endilega öll standa upp, taka þátt í söngum með okkur. Og það sem væri ennþá skemmtilega væri að við myndum koma þetta fremst og dansa með okkur.
Þannig, og gera hreyfingar. Þetta er mjög einfalt, við erum mjög einföld lög, mjög skemmtileg lög. Þannig já, við ætlum að byrja á lag sem að er klassískt á barnamóti. Þetta er Ég ekki fótgönguliði. Tilbúin í þetta? Ég ekki fótgönguliði, riddaraliði, stórskotaliði. Ég ekki flughernaði, ég hermaður Krist. Ég hermaður Krist. Ég hermaður Krist. Ég ekki fótgönguliði, riddaraliði, stórskotaliði. Ég ekki flughernaði, ég hermaður Krist. Þetta er allt og vægt. Tjóndar þar. Hvað svo? Ég ekki fótgönguliði, riddaraliði, stórskotaliði. Ég ekki flughernaði, ég hermaður Krist. Ég hermaður Krist. Ég hermaður Krist. Ég ekki fótgönguliði, riddaraliði, stórskotaliði. Ég ekki flughernaði, ég hermaður Krist. Tjóndar þar. Hvað svo? Ég ekki fótgönguliði, riddaraliði, stórskotaliði. Ég ekki flughernaði, ég hermaður Krist. Ég hermaður Krist. Ég hermaður Krist. Ég ekki fótgönguliði, riddaraliði, stórskotaliði. Ég ekki flughernaði, ég hermaður Krist. Nákvæmlega svona að gera þetta. Þessu er að taka lag sem er barnamótslagið í ár. Ég heitir Ég ætla að ganga. Þetta er mjög einfalt. Þið bara fylgjum með Elisabethu. Komum svo! Ég ætla að ganga, ég ætla að ganga, ég ætla að ganga, ég ætla að ganga, ég ætla að ganga í ljósi Jesú alla leið. Ég ætla að ganga, ég ætla að ganga, ég ætla að ganga, ég ætla að ganga, ég ætla að ganga í ljósi Jesú alla leið. Þegar sólinn rís, kom svo! Þegar sólin rís, sólin rís, þegar sólin sest, ég ætla að ganga í ljósi Jesú alla leið. Þegar sólinn rís! Þegar sólin rís, þegar sólin rís, þegar sólin sest, ég ætla að ganga í ljósi Jesú alla leið. Ég ætla að tvista! Ég ætla að treysta,
Tím til að tvista smá meira, maður sjá þú, tvista, koma svo. Rætt fyrir Jésu, og alveg yfir, koma svo. 1, 2, 3, 4. Ég elska Jésu, hann elskar mig. Ég vil honum fylgja alla mína tíð og ég elska hann. Og ég elska hann. Og ég elska hann. Og Jesus elskar mig. Jesus elskar mig. Tvista skrif, koma svo. Tímur í dag. Og 1, 2, 3, 4. Ég elska Jésu, hann elskar mig. Ég vil honum fylgja alla mína tíð og ég elska hann. Og ég elska hann. Og ég elska hann. Og Jesus elskar mig. Jesus elskar mig. Það er komið að twist-keppni í kvöld með 7:13. Við byrjum að twista eins og yfir í töff. Rætt lítist yfir solo. Yfir tilbúin í dag. 1 og 2 og 1, 2, 3, 4. Komið svo. Tilbúin í dag. Wow. Yeah. 3, 2, 1, let's go. Tungan sett upp ekki. Tungan sett með sjákum, við verðum alveg í ykkur. Og svo 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ég elska Jésu, hann elskar mig. Kom svo. Ég vil honum fylgja alla mína tíð og ég elska hann. Og ég elska hann. Og ég elska hann. Og Jesus elskar mig. Jesus elskar mig. Aftur. Jesus elskar mig. Sérskipti. Jesus elskar mig. Nákvæmlega. Já, þá er komið að Einari Einstaka, eða það ekki eftir mér? Hann ætlar að gera eitthvað crazy. Já, þú mátt. Endilega gefið Einari Einstaka gott klapp, meiri ykkur. Komiði sæl. Já, ég heiti Einar Einstaki og ég töframæður í þetta sýna ykkur skemmtileg töfrabrauð. Ég er sem að fá strákinn sem situr, hann var að þurrka sér í augunum áðan. Já, og það réttur upp hönd og bentar að þig. Já, þú mátt koma fyrir mig. Hæ. Herðu, ég ætla að byrja að koma hérna fyrir mig og ég er með lykilorð 2013. Hefur rétt þessa bók. Þetta er bók með ritningaversum. Hún lesir þetta einu svona dag. Hérna til dæmis þriðjudagurinn 14. maí. Og þá lestu það sem stendur. Það sem ég ætla að biðja þeim að gera er að taka bókina og koma fyrir mig hingað. Og svo ætlum að gera er, ég kom að miðvikudeginum hingað upp í gott, var með bókina og leittist alveg ótrúlega mikið. Þannig að ég las hana bara og lærði hana utan hana. Og ég ætlum að snúa þér við,
ætlum að snúa bak í bak og þú ætlar að opna bókina hvar sem er. Og hérna, þú sérð inn í miðri bókinni, efst uppi, á hvað blaðsíðu þú ert. Á hvað blaðsíðu ertu? 78, sérðu að það stendur eitthvað hana. Veldu hérna eina tölu á þeirri blaðsíðu, mátt segja mér það. Nei, mátt segja mér eina tölu, nefna eina tölu 17, það er miðvikudagur. Miðvikudagur er 17. júlí, passar það? 17. júlí. Það stendur eitthvað, fókusað á fyrsta orðið í bókinni. Sett á í þessum fyrir hennar dag. Og sér skrái og svo kemur ég fjölmörg boð mín fyrir hann finnst honum þau framhandleg. Passar það? Hósea 8:12. Passar það? Er þetta ekki geðveikt? Jú. Ert þú ekki minnar bók? Ég lærði þetta utan að. Manstu? Herði, en sko ég fór í bíó rétt að hann í kominga. Sko svona. Herðu, hérna er ég með sér að poppoka og málið með Guð er að hann, nú er hann fullur af poppi. Sko, heilagur andi að hann gefur fullt af gjöfum, hann er með tungutalið og hann er með hitt og þetta, en svo gefur Guð gjafi líka. Og við erum að tala alla leið í ljósi Jesú. Þannig að að leggja fram hæfileika okkar til þess að þjóna Jesú. Og heilagur andi með hérna tungutalið og hérna þörf fyrir að biðja og eitthvað svona. Og ég trúi því að Jesú hafi gefið mér gjöf. Og vegna þess að ég var í kristilegu starfi þegar ég kynntist töfraburðum. Þannig að hérna og þannig að þetta getur verið gjöf fyrir töfrabröðið mín. Ok. Þú skilur? Já. Og þú ert þekktur rappari, ekki satt? Jú, leggst þið ekki. Og þannig að þú í rauninni ættir að hafa gjöf líka. Ekki satt? Þannig að þetta geta verið rapphæfileika einir. Já. Og það er fullt af fólki inni sem þýðir að að Guð er með áætlun fyrir líf hvers og sér hvers inni sem að ég hveti ykkur til þess að nota Guði til dýrðar. Hvaðan kom þetta? Úr pokanum. Nei. Takk fyrir að opna. Herðu, Alex minn, þú mátt eiga bókina. Nú máttu klára árið. Takk fyrir mig. Tverri. Já, góðan og blessaðan daginn og gaman að vera með ykkur í dag. Þannig hérna. Ok. Tverri, nú tekið hennan. Heyrðu, við ætlum að fara í smá leik núna. Við hefum verið í barnamótunum, við verið að læra minnisves. Og við erum búin að læra 2 minnisves, krakkarnir. Og ég ætla að lesa það fyrir ykkur. Munið krakka minnisvesið, fyrsta minnisvesið sem lærðuð. Og hvernig var það? En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú hreinsar okkur af allri syndrétt. Og svo vorum við
í gær kvöldi þá var að læra þitt orð lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Nú það þriðja minnisvesi sem að læra og ég þarf 28 sjálfboðaliða en það ekki hver sem fara að koma. Það útvaldir aðilar sem fá að koma og það þeir sem sitja í brúnum sætum sitt hvor megin hérna í kirkjunni til hægri og vinstri og þeir að fara undir sætið ykkar og aðtókvæmt sig miði þar. Það gulir og bláir miðar og ég ætla að byrja ykkur að koma hingað, þeir sem gula miða koma hérna í röð og bláa miða hérna, gjör svo að koma hingað. Takið upp miðana og komi hingað strax. Og standi hérna, guli miða hérna og bláir hérna og svo raðið sig upp. Hvað eru margir sem kunna minnisvesi, búin að læra það? Eitthvað sem búin að læra minnisvesi? Það ein. Eitthvað fleiri? Já. Glæsilegt. Hvet ég áfram. Guli kom hérna, bara komið í hérna, beina svona fallega röð hérna, snúað fólkinu, þeir raðis upp, þeir getur fengið aðstoð fyrir eitthvað sem kann minnisvesið, þetta ein stelpa kann minnisvesið og svo keppni, hver fyrst að raða upp alveg bara rétt. Endum á það sem stendur, hvað stendur í biblíunni, það í orðskviðunum 3:1, það síðast. Það sem við lesum þetta, já. Byrja hérna, byrja hér og enda hérna. Og svo bara hvetja áfram, þeir sem eru hrifnir á gulum, þeir bara hvetja gula áfram, þeir sem eru hrifnir á bláum. Já, áfram gulir, já. Sonur minn komið hérna. Það voru 14 í gulum, það vantar þá, þeir eru að leita þá því. Þeir voru 14 bláir miðar og 14 gulir, þannig ef það vantar hjá okkur þá þeir bara fara undir sætin hana. Það fyrstu 5 sætarröðin sem að vera undir, þannig að þeir eru að kíkja. Fyrstu 5. Sonur minn fyrsta, gleym kemur svo, eigi já. Já, flott. Svo ætla ég að biðja ykkur þegar þið komið þetta að standa með blaðið uppi og rétta þið upp þannig að allir í salnum geta séð þetta. Þið með hérna 14 aðilar sem geta haldið á þessu? Þið komið þetta? Þetta bláu sem komið þetta? Sonur minn gleymi kenning minni og hvað kemur svo? Það komið líka, bláu held ég komið þetta, það bara, nú rétt þetta upp, 14 aðalega þess að rétt þetta upp, sína salnum þetta. Já, og svo lest upp. Og fyrsta hérna, sonur minn, gleym ei kenning minni og hjarta þitt varfið boður mín. Orðskveitni 3:1, bláir gjöru svo vel, unnu þetta. Sorry. Klappa vel og lengi fyrir bláum. Sitta bara hérna, takk fyrir þetta. Þeir krakkar sem að Guðbjörg var búin að tala við, endilega drífa ykkur hérna í hornið til hennar. En hjartanlega velkomin á barnamót. Það alltaf jafn gaman að sjá krakka sem að hafa verið að koma ár eftir ár og svo krakka sem að koma í fyrsta skipti. Og við, Kitty, við ætlum að tala fyrir fórnin í dag og erum mjög spenntar fyrir því hvað áframhaldið ber í skauti sér, því að hér fer mikil sáning fram og ég sé hérna bara ef við
mér finnst við ættum að gefa þeim gott klapp krökkunni sem að hafa verið hérna í músíkinni. Þetta er frábært, krakkar. Ég hlakka til að eldast ef þetta verður svona. Bara mjög spennt fyrir því. En Kitty, vilt þú segja eitthvað? Já, mér langar að segja ykkur frá því að ég er mamma með reynslu. Ég er búin að eiga hérna, ég á 2 börn og þetta eru 2 kynslóðir af börnum. Strákurinn minn, hann er verið 30 og hann er sjálfur komið með 1 lítið. Dóttir mín er 11 ára og ég hef sem sagt, verið á barnamóti með börnin mín í þessi ár. Og það sem að mér finnst svo frábært að sjá, það er að ég hef verið að fylgjast með strákum eins og Halla, bara fullt af strákum og stelpum. Ég man ekki hvað heitið þið. Bara segið einhver nöfni hérna, hvað heitið þið þarna eldri? Ha? Bara allir þessi krakkar sem eru að þjóna, þetta voru bara litli krakkar á barnamóti. Og svo er þetta að vaksa og dafna og bera svona rosalegan ávöxt. Og ég vil bara nefna það að það eru svo margir hæfileikaríkir krakkar hérna sem við eigum og það sem mig langar að tala fyrir fórninni hér í dag, að það er búið að vera draumur, Berglind, að gefa út disk, eða ekki, með barnamótslögum. Og það langar okkur rosalega mikið til að gera. Ekki spurning. Amen við því. Og ég veit að það eru margir sem að vilja, þú veist, margir krakkar sem myndi vilja taka þess að diska með heim og bara spila fyrir vini sína og þetta er alveg frábær vitnisburður. Og til þess að við getum hjálpa börnunum og gera þetta því sem að barnamótið er, þá vantar okkur alltaf fjármuni. Og þess vegna langar mig til að biðja ykkur að gefa því sem að Guð segir ykkur að gera. Gefið til þessa málefnis sem er svo mikilvægt. Og ég ætla bara að leyfa mér að segja það að mér finnst barnastarfið eitt af almikilvægasta í kristnu starfi. Og þar, sem sagt, ég af trúði heimili, fór bara í sunnudagsskóla og þar var sáðkorni sem að svo glemdist að vökva, en svo þegar ég byrjaði að vökva það aftur og þá vissi ég að þetta var sáðkorni sem var sáð í hjarta mínu fyrir mörgum árum. Þannig að gefið þið vel til barnastarfs og gefið líka tíma ykkar ef þið sjáu ykkur fært til að hjálpa í barnastarfi eða Guð leggur það á hjarta ykkar, þá takið þið þátt. Þetta er svo skemmtilegt og gefandi og maður bara yngist upp við að vera innan börnin. Ekki satt, Berglind? Þessin eru svona unglegar, sko. Hjálpið okkur. Þetta er alveg frábært. Og þið eru æðislega og svo gaman að sjá ykkur öll og gaman að sjá börnin, þess að frábæru krakka hérna, bara please, gefið okkur pening. Já, Jesús, ég þakka þér fyrir þennan dag, drottin. Ég þakka þér fyrir alla þá sem hér samankomnir, drottin minn, og ég bið bara, lyftu þessu fólki upp til þín, drottin, og ég bið, drottin, hún snerti við einum og sérhverjum hér í dag, Jesús minn. Og ég þakka þér fyrir öll börnin sem hafa komið hér með foreldrunum sínum, drottin minn. Þú veist hvað liggur á þeim á hjarta, drottin, og ég bið, drottin, að þetta mót mætti vera virkilegu uppörfun fyrir þau, Jesús. Þakka þér fyrir það, drottin. Ég þakka þér fyrir að gefa okkur gott yfir á karnevalinu í dag, Jesús minn, og bara á mótinu áframhaldandi, drottin. Þakka þér fyrir þína blessun, drottin, og þína nærveru. Í Jesú nafni. Amen. Heyrið mér? Halló? Það heyrist ekkert hér. Heyrist út í sal? En það, bara pínlítið. Núna. Að komið að mjög skemmtileg hugmynd. Nú erum við að fara að taka lag sem heitir Ofurhetjan og það eru hreyfingar. Er ekki allir sem kunna hreyfinguna við Ofurhetjuna? Má ég sjá krakkar, standið upp og sýnið mér hvernig er hreyfingin. Ef við syngjum sann. Jesús er mín ofurhet. Þarna, þegar við gerum þetta og líka foreldrar, þá er að gera að gera hreyfinguna með peningin í hendinni, svo sleppur honum í baukinn. Þarna. Stattu upp, syngja með okkur. Tilbúin í það. Með einfaldar hreyfingar, svo skemmtum við smá saman. Let's go! Hingri! Hann fór sólu til að skína.
Hvað gerir hann? Hann er lífið drauma mína. Hver er hann? Hann er sá sem elskar mig. Hvaða dag? Sérhver dag, já. Hann alltaf yfir okkur vakir. Hvað gerði hann? Alltaf fyrir okkar sakir. Hvað gerir hann? Hann mun alltaf elska mig. Nákvæmlega. Sérhver dag. Jesús er mín ofurhetja, stjarnan mín sem aldrei dvín. Jesús er mín ofurhetja, stjarnan mín sem aldrei dvín. Kom svo. Yeah, 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 yeah. Þetta er sólið. Nákvæmlega. Yeah, 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 yeah. Elisabeth. Betri en Iron Man. Yeah, 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 yeah. Jenny. Betri en Spiderman. Yeah, 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 yeah. Betri en allir. Jesús er mín ofurhetja, stjarnan mín sem aldrei dvín. Jesús er mín ofurhetja, stjarnan mín sem aldrei dvín. Yeah. Yeah, 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 yeah. yeah, 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 yeah. Yeah. Betri en Barbie. What? Yeah, 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 Hallo. yeah. Hann er betri en Simon Gay. Yeah, 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 yeah. Betri en allir. Jesús er mín ofurhetja, stjarnan mín sem aldrei dvín. Jesús er mín ofurhetja, stjarnan mín sem aldrei dvín. Jesús er mín ofurhetja, stjarnan mín sem aldrei dvín. Jesús er mín ofurhetja, stjarnan mín sem aldrei dvín. Woo! Næste uge er lag som heter Råpa, dans og syng. Kom så. Whoop, 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 yeah. When er det ykkur? Komum öll saman, syng fyrir þig. Komum öll saman, syngjum, dönsum nú. Say what? Því Jesus hann er lífið. Kom svo. Jesus hann er lífið okkar von og trú. Já, ég elska að vita hann. Ég elska að vita hann og segja frá. Því sem drottninga mér og því sem ég á. Því ég Kom svo. vil lofa því, Jesus hann er mín. Því þú. Þú Gafst mér frelsi. gafst mér frelsi Og ég lofa þig. Ég hrópa dans og syng. Dans og syng. dansa og syng. Komum öll saman, go! Komum öll saman, syngjum, dönsum nú. Kom svo. Þess vegna. Því Jesus hann er lífið okkar von og trú. Nákvæmlega. Ég elska að vita. Ég elska að vita hann og segja frá. Því sem drottninga mér og því sem ég á. Því ég Já, kom svo. vil lofa því, Jesus hann er mín. Því þú gafst mér. Þú Gafst mér frelsi. gafst mér frelsi Og ég lofa þig. Tókstu. Ég vil lofa því, Jesus hann er mín. Kom svo. Þú Já. gafst mér frelsi og ég Ok, lofa húst mér Að þið strákan gerir núna eins og ég svo búm, búm, búm Að það stelpur svo blei, höndum upp í loft og gerir yeah, yeah. Að þið strákan gerir núna eins og ég svo búm, búm, búm Að það stelpur svo blei, höndum upp í loft og gerir yeah, yeah. Stelpur og strákar hjálpum strákurum búm, Yeah, búm, yeah, búm, yeah. búm, búm og svo Já, Ég vil lofa því, Jesus hann er mín. allt mitt lífi, já Þú Gafst mér frelsi gafst mér frelsi og ég lofa þig Ég lofa Kom þig yeah. Já, Ég vil lofa því, Jesus
svo búm, búm, búm. Alla stelpur og sofli, höndum upp í loft og gerir yeah, yeah. Allir strákar í hékirinn, núna eins og ég og svo búm, búm, búm. Alla stelpur og sofli, höndum upp í loft og gerir yeah, yeah. Stelpur og strákar, Hjálpum strákar, búm, yeah, búm, yeah, búm, yeah. búm, búm, let's go. Ég vil lofa því, Jesús átti líf. Þú gafst mér frelsi og ég lofa því. Frábært að sá þér. Ég vil lofa því, Jesús átti líf. Af hverju? Þú gafst mér frelsi og ég lofa því. Frábært að sá þér. That's so sick. That's how sick. That's so sick. That's how sick. Hvað segir þið? That's how sick. Já. That's how sick. Let's go, let's sing. That's how sick. Já. That's how sick. Kom, That's how sick. kom svo. That's how sick. Ég drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þræluhúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. 2. Mósebók 20:23. Þú skalt engar líkneskur gjöra þér né nokkrar myndir eftir því sem er á himnum uppi, eða því sem er á jörðu niðri, eða því sem er í vötnum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbiðja þær og ekki dýrka þær. 2. Mósebók 24:5. Þú skalt ekki leggja nafn Drottins þín Guðs þíns í hégóma. 2. Mósebók 27. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. daginn er hvíldardagur helgaður Drottni Guði þínum. Þú skalt ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þinn eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Því á 6 dögum gjörði Drottinn heiminn og jörð, hafið og allt sem í þeim er, og hvíldi 7. daginn. Fyrir því blessaði Drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. 2. Mósebók 20. kapli 8-11 vers. Heiðra skaltu föður þinn og móður þína, svo að þú verðir langlífur í því landi sem Drottinn Guð þinn gefur þér.
Önnur Mósebók 20:12. Þú skalt ekki morð fremja. Önnur Mósebók 20:13. Þú skalt ekki drýgja hór. Önnur Mósebók 20:14. Þú skalt ekki stela. Önnur Mósebók 20:15. Þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náunga þínum. Önnur Mósebók 20:16. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns, þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, ekki þræl hans eða ambátt, ekki uxa hans eða asna né nokkuð það sem náungi þinn á. Önnur Mósebók 20:17. Hljómsveitin mætti endilega koma upp á svið. Hvað er það? Sjáum fyrir mynda, ok. Alright, yeah. Hörru, við ætlum að taka fyrir ykkur. Við ætlum að taka eitt lag viðbót áður en það kemur á kennslunni. Þannig, það sem þið mættið gera, enn einu sinni, er að standa upp. Og taka þáttinn með okkur. Við ætlum að koma fremst, krakkar. Hörru, það sem við ætlum að gera. Það er að komið hérna fremst. Kip. Það var það. Hörru, það sem við ætlum að gera er, við ætlum að taka barnamálslagið aftur því þetta er svo legendary lag og þið voru ekki að fíla það og það er fínt að svona koma í smá stuð fyrir kennsluna. Tökum við í það. Komum svo. Let's go. Þegar sólin rís og þegar sólin sett að ganga í ljósi Jesú alla leið. Aftur. Þegar sólin rís og þegar sólin sett hvað er það að gera? Ganga í ljósi Jesú alla leið. Nákvæmlega. Ég ætla að tvista. Let's go. Ég ætla að tvista. Ég ætla að tvista. Tvista í ljósi Jesú alla leið. Aftur. Ég ætla að tvista. Let's go. Ég ætla að tvista. Tvista í ljósi Jesú alla leið. Come on. Þegar sólin rís og þegar sólin sett tvista í ljósi Jesú alla leið. Þegar sólin
ljósi Jesú alla leið. Færa allir ykkur, koma svo. Ég ætla að hoppa. Færa. Ég ætla að hoppa. Hvað segir? Ég ætla að hoppa. Ég ætla að hoppa. Koma svo. Ég ætla að hoppa í ljósi Jesú alla leið. Þegar sólin. Þegar sólin rís. Þegar sólin rís. Þegar sólin sæ. Hvað ætla að gera? Ég ætla að hoppa í ljósi Jesú alla leið. Aftur þegar sólin. Þegar sólin rís. Og þegar sólin rís. Og þegar sólin sæ. Ég ætla að hoppa. Ég ætla að hoppa í ljósi Jesú alla leið. Þegar sólin. Þegar sólin rís. Þegar sólin rís. Og þegar sólin sæ. Ég ætla að hoppa í ljósi Jesú. Tvista. Ég ætla að tvista í ljósi Ég ætla að Jesú. ganga. Ég ætla að ganga í ljósi alla leið. Jesú alla leið. Nákvæmlega. Komið sælvinir, Guðni heiti ég og við Guðbjörg fengum að njóta þeirra forréttinda að fá að stýra barnamóti í ár og það er það kannski ekki alltaf í byrjun þegar maður er undirbúið en svo þegar maður kemur á barnamót þá er þetta bara þvílík sprengja að maður er alveg bara, það bara síður á manni og það er ótrúlegt að sjá og finna fá þessi viðbrögð frá börnunum þegar kom til mér strákur á þakkaði fyrir sonurinn sæli. Þegar hann kom til mín, ungu drengur, og sagði við mig, við hérna vinur minn, þegar við vorum að syngja síðasta lagi, þá bara runnu bara tárin. Og það er svo mörg svona atriði sem við höfum fengið að sjá og finna og vera með í því að eiga samfélag með börnunum í Jesú Kristi í ljósi Guðs. Afsakið. Mér langar að ég veit ekki hvort þið fattið þetta hérna. Var Guðbjörg búin að útskýra þetta? Ég er nefnilega hlusta ekki alltaf á konuna mína. Fyrirgefðu, ástu mín. Þetta er smá svona, er eitthvað sem fattaði þetta? Má ég heyra? Krakkar, föttuðu þið þetta? Hvað var þetta? Má ég heyra? Ég heyri ekki hvað er það að segja. Hátt og skýrt. Núna er þetta eldstólpi. Áðan var þetta skýstólpi. Og það var það sem gerðist þegar Ísraelsmenn fóru út úr Egyptalandi að þeir fylgdu eldstólpanum og þeir fylgdu skýstólpanum. Og mér langar að aðeins að minna okkur á það hversu Guð er undursamlegur. Þið horfið á börnin hérna fara fram hjá með boðurinn 10 og lesaðu upp og öll lærum við þetta í skóla einhvern tíman. Ég að minnsta kosti læri það í skóla og ég vona að flesti gera það en mér langar aðeins að koma með ykkur Jónasarguðspjalli í 8. kaflanum og 12. versi það sem Jesús er að tala og hann segir svona nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði ég er ljós heimsins sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins ég er ljós heimsins og Jesús hann fer fyrir okkur með þessa sterku fyrirmynd það hvernig við eigum að breyta hvernig við eigum að tala hvað við eigum að gera og hann kendi okkur það svo listilega og undursamlega vel með svo miklum kærleika og með friði þá er ekki allir móttækilegir fyrir því og stundum að þá erum við ekki alltaf móttækilegir fyrir því stundum þá bara eins og ítum við þessi til hliðar og við látum þessi boðorð eða þessi kærleiksorð Jesú Krist svona bara fara eitthvað stað fyrir aftan okkur eða eitthvað stað annar staðar heldur en það sem að orð Guðs á að vera þar að segja í hjart okkar
þar á það að skína fyrst og fremst, því að þá lýsir það út frá okkur og það snertir alla aðra sem í kringum okkur. Og Jesús sagði, fylgiði mér. Hver var eldstólpinn? Hver var skýstólpinn? Hvað var að gerast þegar Ísraelsmenn voru leiðin út úr Egyptalandi? Guð var með þeim. Hver var í skýstólpanum? Jesús sagði, fylgiði mér. Í Mattheusarguðspjalli 5. kaflanum, þá stendur að segja svo í fjallræðinu þar sem Jesús að kenna öllu fólkinu, og mér langar aðeins að biðja ykkur að setja ykkur inn í þessar aðstæður á fjallinu þar sem Jesús að tala. Hvernig haldi hann hafi verið að tala? Var hann að lesa yfir farisjónum og þrusa yfir þá til þess að þeir myndu kannski einhvern veginn snúa frá vondu vegum sínum? Þarna voru konur, þarna voru börn, þarna voru fullorðið fólk, þarna voru konur og menn, það var öll breiddin. Fólk eins og þú og ég. Og hvað var Jesús að segja? Hann var að segja í kærleika sínum, hann var að miðla til fólkinu af elsku sinni. Hann segir hérna í 43. versinu, þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvinn þinn. En ég segi yður, elskið óvinniðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður, þannig sýnið þér að þér eru börn föður yðar á himnum, lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða, og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigið þér fyrir það? Gera ekki tollhemdu menn hið sama. Og hvað það þótt þér heilsi bræðurum yðar og treystið og systrum yðar einum? Það gera jafnvel heiðni menn. Verið því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur fullkomin. Hvernig getur við verið fullkomin eins og Guð? Vá, þvílíkt verkefni, þvílíkt risavaxið, vá. En þið voruð að horfa, og við vorum að horfa á þetta hérna, fara fram hjá þann, og börnin voru að lesa þetta upp. Við erum búin að vera að syngja þetta. Þetta er búin að vera upp á veggnum í barnasalnum, við lærðum þetta í skólanum, við lesum þetta í biblíun okkar, við tölum þetta í kirkjónum okkar. Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og allri sálu þínu og öllum lífs- og sálarkröftum. Fyrst og fremst verið fullkomin eins og Guð með því að elska Guð. Vá, hvað þetta er einfalt. En er þetta svona auðvelt? Hvað sem er auðvelt eða ekki, þá er það samt einfalt. Og hann gefur okkur styrk og kraft til þess að fara og fylgja því eftir. Og svo heldur hann áfram. Og hann leggur okkur nákvæmlega línurnar til þess að við förum ekki í einhverjar ránkala eða einhverjar vondavegi, einhverjar torfærur eða yfir klungur og þyrna og svo framvegis, til þess að líf okkar megi varvitast í friði og í kærleika og með öryggi. Þá vísar hann okkur veginn til þess að það sé friður í hjart okkar og að við fylgjum honum. Við fylgjum honum nákvæmlega eftir. Og svo heldur hann áfram og hann segir, elska skaltu föður þinn og móður, heiðraðu föður þinn og móður. Og að ég sé boðorðin þannig fyrir mér hvert á fætur öðrum að það sem er fyrst og fremst stendur í öllum boðorðunum eða kemur fram í öllum boðorðunum, og það er þetta: elskaðu drottinn og elskaðu náunga þinn. Elskaðu þann sem er nærri þér, elskaðu þann sem er fjarri þér, elskaðu þann sem að þú jafnvel hefur ekki séð, elskaðu bara eins og þú elskar sjálfan þig. Og margir sjá Guð fyrir sér sem reiðan, vondan eða svona grimman eða þrusandi og dæmandi og tilbúin að senda okkur allskyns plágur eða dæma okkur í svarthol eða hvað sem það er. Það er ótrúlega, og við höfum öll heyrt svona sögur það hvernig fólk, hvaða skilning fólk hefur á Guði. En þegar ég les í gegnum Biblíuna og þegar ég les í gegnum Boðorðin 10 og þegar ég les í gegnum orð Jesú Krist, þá er þetta fyrst og fremst: fylgi mér, elskaðu náungan eins og sjálfan þig. Og það kemur svo skýrt fram í öllum boðorðunum að við höfum að bera virðingu fyrir náunga okkar, við höfum að gæta þess að verða ekki náunga okkar að tjóni, heldur varðveita
það sem okkur kært, samfélag hvert við annað. Að elska umfram allt. Og það er það sem að mér langar að minna okkur á og hvetja okkur til að við gætum í hjart okkar elskaðu náunga þinn eins og sjálfan þig. Við erum öll einhvers staðar sjálfselsk. Við elskum okkur sjálf. Kannski pínlítið misjafnlega mikið, en við berum samt elsku til okkar sjálfra. Það er að segja ég til mín og þú til þín og þú til þín og þú til þín. En við að elska náungan eins og okkur sjálf. Þannig lagði Guð reglurnar og lífið fyrir okkur og hann fór sjálfur þessa leið og hann fór sjálfur á undan og þannig getum við fyllt honum alla leið í ljósi Jesú. Amen. Heyri ég eitthvað vera að sammála mér? Það biður ykkur að rísa á fætur. Ég veit að vegna þess að ég er breyskur að þá eru fleiri hér inni breyskir eins og ég og okkur tekst misjafnlega til að fylgja Jesú. Okkur tekst misjafnlega til að ganga í ljósinu. Okkur tekst misjafnlega til að varðvita orð Guðs í hjart okkar og að hlýða boðorðunum og nota þau sem leiðarvísi fyrir götu okkar þegar við erum á ferðinni í lífinu hvert sem við og hvað sem við erum að gera. En núna langar mig að biðja alla til þess að spenna greipar og ég ætla að biðja ykkur að tala ekki saman akkurat núna og ég ætla að biðja ykkur að loka augunum. Öll börn sem að tala, ég ætla að biðja ykkur að loka augunum og loka munninum og halda höndunum saman og ég ætla að biðja og mér langar að bjóða þér að biðja með mér. Og ég ætla bara að biðja til Jesú. Elsku Jesús, ég þakka þér fyrir að þú elskar mig. Viltu fyrirgefa mér allt ranglæti? Þegar mér hefur ekki tekist vel til að hlýða orði þínu. Eða þá ég hef ekki gengið þá leið sem þú ert að fara. Viltu fyrirgefa mér allt vont og hjálpa mér að gera það sem er rétt. Viltu fylla mig heilögum anda þínum og viltu leyfa mér að ganga þinn veg í ljósi þínu, í trausti til þín, í hlýðni við orðið þitt, umvafin kærleika þínum. Í Jesú nafni, amen. Amen. Drottinn bless ykkur. Við ætlum að biðja hljómsveitina að koma hérna upp. Amen. Já, þá er að líða, þá er að líða lokum þessar samkomu. Fjölskyldusamkomu 2013. Þannig, núna þurfum við að gefa allt sem við eftir. Ég meina, það er að koma núna, það er karnival eftir klukkan 2, eða 2 tímar í það, þannig að við náum tíma til að hvíla ykkur. Þannig að við endur að koma, standa upp og þeir sem vilja koma fremst. Og við ætlum að taka lagið sem við endum fjölskyldusamkomun alltaf á, sem lagið Haltu áfram. Þannig já, endilega standu upp og takið þátt í laginu. Let's go! Takk fyrir bóta! Let's go! Finnst þér stundum að þú sért einn og enginn hjálpi þér? Þú þarft samt ekki að óttast neitt, því Jesús hann er hér. Haltu áfram, haltu áfram, haltu áfram og gefstu aldrei.
haltu áfram, haltu áfram, koma svo, ég gefst ekki upp, ég gefst ekki upp, ég ætla að halda áfram, þið gefist ekki upp, þið ætlið að halda áfram, þið gefist ekki upp, við ætlum að halda áfram, hann gefst ekki upp, hann ætlar að halda áfram, og svo 1, 2, 3, 4, já, haltu áfram, haltu áfram, haltu áfram, haltu áfram, ég gefst ekki upp, ég gefst ekki upp, ég ætla að halda áfram, þið gefist ekki upp, þið ætlið að halda áfram, þið gefist ekki upp, við ætlum að halda áfram, hann gefst ekki upp, hann ætlar að halda áfram, og svo, þá gef ég haltu áfram, haltu áfram, haltu áfram, tökum þetta einu sinni, haltu áfram, haltu áfram, gefstu afstofni. Takk fyrir og Guð blessi ykkur.